うか。これこんにちは起きるか。Svo erum við bara inn í Kíman og í alveg skóm. Sjá það. Hér aðra grúður á öllu. Þetta held ég þarna Gekkikamp sem við höfum séð hérna, sem einn svona vinsælasta sake-brugghúsið hérna í Fushimi. Staðurinn sem við erum að fara á gömul sake-verksmiðja sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur. Og þetta líka á þessi stóru hús sem við sjáum þetta eru allt gamlar sake-verksmiðjur. Áhugavert að sjá viðinn líka á þessum húsum, hann brenndur. Það bara til að sporna við að taka. Og við höfum að borða. Hér snýst allt ekki hnífapar heldur eitthvað allt annað. Það rétt. Prjónarnir. Hvað er prjóna? Og þú köpa prjóna? Er það Matar. Já, mataprjóna, já. Ég ætla ekki að fara að prjóna. Og svo löpum við niður í gegnum hérna garðinn og svo
sjáum við svona 3 svona sprænur, eða lækjasprænur sem hægt að fá sér að drekka. Nokkuð góður. Það er að fjölga á götunum, það er svo snemma í morgun. Þetta er greinilega alvöru. Þetta er ekki eitthvað svona feik. Þetta er japanskt tehús. Innum þarna litla... Þetta er svona eins og hundalúa. Já. Öllum. Mikið fjör hérna. Það er mikið fjör hérna inni. Það láta alveg heyra í sér. Japanska kartöflur með kjúklinga í ofni. Var hann ekki góður? Þau með bjór með. Anna, hvað tókst þú? Hvað tókst þú? Ostrur. Ostur. Og hún gerst þetta svo. Og lyktin. Já. Þetta er svona fyrir ostur. Það líka ostur. Það litur ekki vel út sko. Og lyktin er svakalega. Já, það er þannig. Já. Það er ok. Fyrirtæki. Já, fyrirtæki. Sushi er alveg að færi ára. Allt sem er að færi ára. Jæja. Það er blómaðurverslun líka. Hér er allt saman inni. Blómaðurverslun. Svo er nú eitthvað útsala hérna ekki. Anna heldur þessi ekki útsala hérna, svo mikið skiltum við það.
Svo eru ykkur ófreskur hérna. Þetta eru alls konar ófreskur.